En komið með okkur fyrst á Keflavíkurflugvöll á gamla varnarsvæði og heyrum lífið á vellinum. Dagný, lífið á vellinum í ríflega hálfa öld samskipti varnarliðsmanna við Suðurnesjamenn og fleiri. Þannig að það hefur verið mikið efni að vinna úr fyrir því í bók þetta mál. Já, og kannski sérstaklega sem mjög skemmtilegt var að segja eða gefa nýja sýn á þessa sögu. Segja meira frá fólkinu sem bjó á vellinum og frá mannlífinu og bara þessu hversdagslega sem að var hérna handan við hliðið í hálfa öld, eins og þú segir. Og ég er ekki að horfa á þetta hernaðarbrölt, ég er meira bara að skoða þetta mannlíf og þessi samskipti okkar við ameríska herstöð. Íslendingar unnu hérna hátt í 2000 þegar mest var og við áttum samskipti við þessa hermenn og við kynntumst þeim og við eignuðumst vini. Og þetta er saga sem held ég sé orðið tímabært að segja. En hvernig gerður þetta? Það eru náttúrulega fullt af fólki sem er ennþá á lífi sem náttúrulega vann hérna og átti samskipti. Í hvaða brunn fórstu? Ég byrjaði að taka viðtölu fyrrverandi bandaríska hermenn og það var, sem sagt, ég notaði bara það sem kom út af því fyrir sýningunni í Buchanan sem stóð hérna í 3 ár. Mjög skemmtilegt verkefni af því að þar fann ég einhvern veginn áhugan, bæði sko hjá Suðurnesjamönnum en svo kannski líka að fá gesti á höfuðborgarsvæðinu og víðar, hvað mikið af mýtum en það í gangi völlin sem eru kannski ekki alveg sannar, þannig að mér var líka verið ágætt kannski að fara að leiðrétta þær og gefa stærri mynd einhvern veginn af þessari hersetu, eða að kalla hana það. Og ég, sem sagt, það kom mér óvart eins og með þessa fyrrverandi bandarísku hermenn, hvað ég voru jákvæðir í garð Íslands og verunar og svona vandræðilega jákvæðir sko. Það sem var kannski helst neikvætt var þá bara þessi einangrun, sérstaklega fyrst áratugina, þar sem að þeir voru eiginlega bara lokaðir inni og nokkurs konar fangar hér upp á minni segi. Þeir máttu ekki fara út af vellinum? Nei, og þetta var mjög lengi viðvarandi þessar reglur, þessi einangruna stefna og kemur alltaf frá íslensku stjórnvöldum því að við þurftum að mennta viðkvæmu íslensku menningu. En þetta kom verst niður á þeim lægsettu því þeir þurftu alltaf að vera einkennisbúningi eða þau fóru út fyrir völlin. Og á sama tíma kannski settu menn reglur á veitingastöðum og skemmtistöðum að hleypa ekki inn hermönnum í einkennisbúningum. Þannig að það var kannski bara officerar sem gátu verið í bara venjulegum fötum. Þannig að það var helst það sem var neikvætt að gera erfitt fyrir og náttúrulega þeir fundu það að við vorum ekkert voða jákvæðir og svona ákveðin neikvæðningar bara veru hers almennt. Dagný, þú ert í Kana úlpu og þú með þess að í samfestingi sem var mjög algengur á sínum tíma hjá ungu fólki hér. Kemur eitthvað inn á þetta? Fatnaðin sem fyrst á vellinum? Allavega úlpu. Mér fannst nú við hæfa að vera í parka úlpu sko. Þú veist ég á svona gersemi sem ekkert allir eiga sko. Er þessi orginal? Þessi er orginal og kemur úr efnalauginni hérna á velli frá góðri konu sem ég ætla ekki að nefna hér. En það er satt, sko, klæðaburðurinn einhvern veginn var flottur á Kananum þegar hann gefur hérna fyrst. Það var mjög eftirsótt að vera í amerískum fötum, hvítum sokkum og svona. En það breytti seinna meir. Það var Kaninn meira svona hallærislegur. Þú veist, þá voru við kannski ekkert alveg að reyna að klæða okkur eins. En það er stórkostlegt að heyra söguræði þegar börnin ultu úr bílunum þegar þau voru búin að fara á hana velli því þau voru svo mörgu lögum af fötum sko. Það var kannski búið að versla eitthvað staðar og smygla fötunum niður, já, nákvæmlega. En svo á einhverjum tíma þá fara að koma meiri fjölskyldur, þetta voru meiri einstaklingar í byrjun og þá var ekki pláss fyrir þá innan girðingar þannig að það var mjög algengt hér í gamla daga að heimamenn hér á Suðurnesjum voru að leigja könum eins og það var kallað. Já. Og maður veit dæmi um það sem fólk var að byggja og gerði ráð fyrir að leigja könum. Já, neðri hæðið eitthvað. Akkurat, þetta voru bara uppgrip fyrir Suðurnesjamenn og það var bara einmitt hver hola fundin sem hægt var að leigja út kana því það var náttúrulega gott að fá borgað í dollurum. Og þetta var einmitt svona fyrstu áratugina og þú þekkir það að maður vissi alveg hvar kanar bjuggu í Keflavík eða í svona nágrannasveitarfélögum. Þú veist, það var augljóst og maður sá kannski álpapír í glugganum. Það var svona alveg sérstakt, þeim fannst svo erfitt þessi íslenska miðnætur sól. Þannig að þeir reyndu að loka hann úti. Og ég veit sko að síðan var gert átak í því að gera húsnæði fyrir fjölskyldufólk upp á vellinum og þá breytist í rauninni hann rosalega mikið. Þá kemur bara miklu meiri festa og hermennir eru lengur og margir endurnýju dvörina aftur og aftur af því að mönnum fannst bara gott að vera hérna.
En einmitt eins og þú segir, mikil uppgrip fyrir Suðurnesjamenn í byrjun og líka bara fyrir börn sem álust upp í það voru kanar í götunni. Og maður heyrir sögur af því að sem hafi kannski kíkt í ruslatunnar, það var nú ekkert óalgengt, og fara í trick or treat eða trick and treat eins og ég sagði, því að ég var ekki nógu góð í enskunni. En hvað það fjallum í bókinni? Ertu að taka alla hennar skala? Ég meina hvað með smiglið og allt það? Já, þú veist, það er hérna saga og ég fann alveg þegar ég var að taka þessi viðtöl og líka bara við Suðurnesjamenn að þetta saga sem pínu erfið líka og kannski þess vegna höfum við ekkert farið í það að segja þessa sögu ennþá af því kannski að við fengum á okkur neikvæðan stimpil fyrir einmitt smiglið og svartamarkaðsbraskið og bara Suðurnesjamenn fengu á sig Þjórsárð fyrir bara að vera að viða sér efni á vellinum. En fyrir þessu eru síðan skýringar. Þú veist, þetta er ekki svo einfalt og mér varst einmitt áhugavert að fara í það en auðvitað það viðkvæmt líka og eins þegar maður fer yfir hvernig var að vinna hjá hernum og þá var allir með stektu frasi look busy, do nothing og það líka skýring á því, þú veist, það ekki það að menn hafi verið latir í vinnu á vellinum. Þetta var bara öðruvísi samfélag, þetta var herstöð og það var bara unni eftir allt öðruvísi reglum og ég vil til dæmis að herinn fjármagnaði menntun fyrir rosalega marga, hendi bara milljónum í að mennta fólk á vellinum. Þannig ertu með viðtöl eða ertu bara með upplýsingar frá Suðurnesjamönnum eða Íslendingum sem unnu hérna í bókinni? Já, ég er mikið að viðtölum, bæði við náttúrulega þá sem komu á sýninguna og þegar ég var að undirbúa þessa sýningu og það var ekkert vandamál því að það vildi allir fá að vera með og það vildi allir fá að segja söguna og áttu allir einhverja skemmtilega sögu. Og voru menn að segja smygl-sögur? Já, menn eru alveg ófeimnir við það. Það þykir svolítið skemmtilegt að eiga eina góða smygl-sögur, sko. Ég veit að við getum talað endalaust smygl-sögur og annað hérna, en hvað með eins og eru mikil ummerki, þú veist, við sjáum jú þessa þotu hérna fyrir aftan, en eru einhver önnur svona ummerki á vellinu fyrir utan, kannski húsnæði við sjáum hérna gamla sjúkrahúsið, Andrjús Theater, sporthúsið orðið hérna í íþróttahúsinu þeirra. Við finnum veitingastaði sem voru og eru núna veitingastaðir. Er eitthvað annað en það? Já, við sjáum nú hérna í kirkjuna. Það er til dæmis mjög merkileg bygging og rauninni merkilegt að hún hafi verið fyrir öll trúarbrögð. Og kaþólska kirkjan festi kaup á því húsnæði, þannig að það er ennþá trúarstarfsemi þar. Annað svo sem hefur fengið nýtt hlutverk. En mér finnst eiginlega gaman að hvað við höfum haldið svolítið í hlutverk húsana og við erum með svipaða rekstur eins og ég segi leikskólinn og grunnskólinn og svo framvegis. En svo eru göturnar? Já, svo þykir mér vænt við það að þær fengu nú að halda sér götuhautin þó að það fengi íslensk nöfn þá fengu göturnar að halda sér upprunalega og við megum einmitt, við þurfum að passa okkur líka á því að þetta er gömul herstöð og þetta er hluti af okkar menningarsögu og það er mikilvægt að halda í eitthvað þó auðvitað viljum við færa þetta í borgaraleg not og nýta þetta áfram en aðeins að reyna að geyma einhvern hluta af sögunni. Til dæmis einhver blokkirna verða áfram kanagult, það er nú alveg must. Hvað er svona vinnsla á þessari bók? Var eitthvað svona sem kom þér á óvart? Já, það var margt sem kom mér á óvart. Fyrir að fyrsta náttúrulega bara strax þegar ég fór að skoða þessa sögu kom mér á óvart hvað lítið til þessa sögu. Það er bara mjög erfitt að finna myndefni sem sýnir bara þetta hversdagslíf á vellinum. Það segir ákveðna sögu líka, sko. En síðan tók ég til dæmis viðtal við þann sem var félagsmálastjóri á vellinum í áratugi og þar sá ég líka betur hvernig maður haldið utan um fjölskyldur hérna og hvað það var í rauninni magnað. Og þar segir hann til dæmis frá því að eiginkonur hermanna áttu pínu erfitt hérna, svona fyrst þegar kom í kyrrðina og róna, því þá fór að brjótast fram einhver svona hvað maður að segja, einhver áföll sem þau orðið fyrir æsku fóru bara að brjótast fram í kyrrðinu og rónni að herstöðin á Íslandi og það þurfti bara mikið að vinna með það. Þannig að það var margt svona áhugavert. Getur ímyndað hvað þetta hafi verið margir Íslendingar í heildina sem hafi unnið hjá Kananum í meira en 50 ár? Þetta er góð spurning. Kannski ekki eins margir að myndi halda það því að fólk vann hérna bara alla sína tíð menn voru ekkert að hætta hjá hernum. Það var bara mjög gott að vinna hérna upp á velli. En ég veit það og það er til dæmis mjög áhugavert og skoðar hvað margir Bandaríkjamenn fóru í gegnum þessa stöð á þessum tíma. Það var hátt í 200.000 manns. Það er gríðarlegur fjöldi. Og það er náttúrulega gríðarleg áhrif líka þá sem maður lítur að hafa á þetta samfélag allt hérna í kring.
En það er alveg ljóst að varnarlið hafði ofboðslega áhrif á samfélagið á Suðurnesjum, Keflavík, Njarðvík og sveitafélögin hér í kring. Allur þessi fjöldi fólks héðan á svæðinu sem að vann hérna upp á velli og allt sem að tengist þessu, þetta er náttúrulega mjög mikið að fjalla í rauninni. Já, það er hægt að fara í margar áttir sko, og ég er rauninni tæp í stundum bara á því helsta, til dæmis eins og tónlistarlífið á Suðurnesjum og bara þegar Beatle fæðist hér, ég meina það er bara heil saga sko, þannig ég er rétt tæp á því. En það er rétt eins og þú segir, áhrifin á sveitafélögin eru gríðarleg og ég var sjálf í átta mikið á eins og með Njarðvík sko, hvað þarna fór mikið fjármagn í gegn og mér var bent á það að það eru 3 götur til dæmis í Njarðvík eru steinstiftar, þannig að það er bara peningur frá Kananum. Og Krossin, skemmtanahaldi þar, það fjármagnaði uppbyggingu á íþróttum á svæðinu. Einn af fyrstu grasvöllunum á landinu er reistur hér að gerðu hér í Njarðvík. En svona á heildina litið, þá hefur þetta verið mjög skemmtilegt verk hér með þér og Suðurnesjumenn og margir Íslendingar náttúrulega eru bara hugsað miklu íhug til varnarliðsins í rauninni eftir alla þess að vera hérna. Já, ég heyri það allstaðar. Og það er bara gaman að heyra það og því ég held bara samskipti okkar hérna á Suðurnesjum voru góð við herinn og það var gott að vinna fyrir herinn og auðvitað náttúrulega var hafsbátar fyrir allt svæðið og það hjálpaði auðvitað til en það hefði ekki verið þannig ef samskiptin hefði verið erfið. Þau voru bara góð og menn eignust hér vini og eru ennþá í samskiptum við vini sína erlendis og það er líka gaman að segja frá því að hermenn eru ennþá að panta sér eina pylsu með öllu til Bandaríkjanna sko. Það er magnað. Já.